Jæja. Það áttu 301. 301. Já. Geðist. Vá, þvílíkum úr. Núna er bara spennt fyrir 400. Sæll, ég mun ekki, sko, mun 400, nei það mun ekkert aftur vera sama tíma og 200 áskrift. Nei, örugglega ekki. Þetta er örugglega bara svona once in a blue moon dæmi. Já, út af því að, þú veist, við náttúrulega gefum út svona bara ótrúlega að setja hvað í áskrift, skilur En það er samt alltaf 4. Já, stundu kannski meira. Stundum meira líka í opinni. Já, líka opinni, já. Þannig þetta er svona eitthvað. Já, að þeir stundum eru 5 vikur í mánuði og stundum 4. Já. Mér misjátt. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta er stór múr sem er búið að fara yfir, sko. Já. Og það var ógeðslega gaman að vera live. Það var stressandi. Hvað var stressandi? Við þurfum eiginlega að fara live aftur þegar TikTok er alltaf að segja við okkur núna. Farðu live núna. Það? Já. Okay. Þú verður að fara live núna. Fólk er að taka eftir. Ég bara, var ég að gera núna? Right now? Já. Sér því og verðum að gera það, sko. Já, því að við fórum ekki beint sjálfar live. Magnaði var náttúrulega að stýra live-un okkar, þannig að við vitum ekki enn í rauninni hvernig það er. Nei, við höfum vel ekki hugmynd, sko. En ég fekk smá feedbacki, það var eitthvað sem sagði mig að, þú veist, það heyrðist kannski ekki alltaf í okkur hvað vorum að segja, en það var alltaf að heyra það í þættinum. Já, klálega, ég trúi því. Já. Við vorum að reyna að tala hátt. Já, hátt og skýrt og ég er líka búin að horfa á þess að 300. þáttinn. Það er svo oft sem við slettum ensku. Og enginn tók eftir? Enginn. Jesus. Hún 3, sko. Já, það var 3. Hún 3. Og fullt af fólki á live-inu. Já. En það var alveg oft, sko. Það var alveg kóla okkar át líka á live-inu, þannig að ég alveg skeiti på bak, sko. Það var næst að vera með íslenski að þú skeist, sko. Þetta er ekki hægt. Nei, þetta er ekki hægt. Þetta er ógeðslega erfitt. Já, mér líður svona alltaf, ég er alltaf confident að ég geti gert það aftur. Já, ég líka, sko. En, já, við erum hér, eins og kannski ef þið eru að horfa, þá erum við ómálaðar. Já, fyrsta skipti í opinni. Já. Já, við hefum alveg gert það, ekki opinni dagskrá. Nei. Við hefum gert það bara inn á, þú veist, bara YouTube channelin okkar. Já. En, við ætlum að mála okkur saman. Já, get ready with us. Já, þetta er eitthvað sem við erum að stundum að gera í áskrift sem er sjúklega kósi. Þá bara setjum við spjöllum og erum bara að græja okkur. Og við hugsaum, já, bara gerum þetta líka núna í opinni og sjáum hérna. Þannig leiðum okkur að vera með. Já, bara spjalla, gera okkur til og við erum með vörur hérna frá beautyklubnum. Já. Þannig, já. Ógeðslega mikið að vörum frá beautyklubnum. Þannig að þú veist, ef þið eru eitthvað forvitin hvað erum að nota, getið þið bara kíkt að horta á YouTube. Já, gott samt. Já. En við tölum líka bara svona skemmtilegastu vörurnar og svona. Já, náttúrulega. Allt geggjaða vörur, en já, ef þið viljið sjá hverju einustu vöru, þá mælum við að kíkja YouTube. Já. Ekki snúsa á YouTube-inu, krakkar. Ekki snúsa á YouTube-inu. En já, þetta var mjög skemmtileg vika sem var að líða. Þessi síðasta vika og það er náttúrulega bara skemmtileg vika framöndan. Næsta vika er mjög skemmtileg. Einmitt. Næsta vika áttu ammæli. Já, ammælisvika. Pældu í því. Það er cray. Og enn sem aftur er auðvitað bara byrjum mál okkur. Jú, ég ætla að hafa fyrst. Já, það er happy. Very dehydrated, ég var að koma að einhver. Já, ég er búin að fá mér sko í morgun og svo ætla að fá mér einn í kvöld. Cute. Á henni fyrir Lula. Já. Ég elskar ekki nýja viskin okkar. Jú, ég elskar hann. Hann er sko smá mikið samt. Smá mikið. Sko, því áttinu blandan sem var eiginlega betri. Þetta er einhver visk sem ég keypti með Amazon. Já. En þessi svona, þú líka þegar hann verður fróða óvart, drykkurinn. Já, það gerist alveg, sko. Já. En viskið minn var eiginlega betri, sko. En það er alveg næs að þú ætlar að gera eitthvað svona foamy drink, skilur við. Já, cold foam. Já. Ég er búin að setja því. Er það? Já. En hérna... Hvað er það hlægja því? Ég veit það ekki, það var bara eitthvað svo fyndið. Þegar þú varst að uppgöta hvort þú gæti gert það að þau vorum út að spána. Já, bara gæti. Wow. Þú geti það af þessu. Manstu þegar maður var 2020, eða var 2019, allavega svona trendiðan þegar maður var að gera svona heima með alvöru whisk. Já, ég gerði þetta nefnilega aldrei. Hvað hétt það? Whipped coffee. Whipped coffee, já. Ég gerði þetta. Þetta var svona eitt af fyrstu vídeóðunum mínum á TikTok. Að það? Já. Hún langar að skrolla neðst. Já, það er mjög filterað og flott. Já, geðvitt. Já. En happy, 100%. Það er svo gott að fá sér það eftir æfingu og Já, best. Mér finnst það óslega ræðis að eiga svona visk. Það er ekki nauðsinn. Nei, að því að þetta blandast svo vel. Það er eiginlega ekkert svona... það er engin köglar í þessu. Nei, sérstaklega ekki að maður setur auðbrúsa og getur hrist. Já. En ég fæ mér svo oft bara í glas heima. Já, ég nota gaffal. Já, ég nota gaffal líka. Ég nota gaffal líka, vá fyndi. Ekki nota skein, nota gaffal. Já, svona aðeins þess að hrista upp í þessu.
Oh my god, peru svo gott, sko. Ég veit að peru svo gott, ég að ræna mér. Þetta svo nammi. Ég veit það. Þetta svo gott. Heyrðu. Let's get started. Mála okkur. Já, heyrðu, byrjaðu á skincare-niðinu. Já, ég búin að því. Það sena? Já, nei, já, preppinu, já. Hérna. The preppy preps. Ég ætla að setja... Þú ert búin að setja hérna preppy prep. Þá ætla ég að sína þér hagkaupshálið mitt. Ég er svo spennt, sem að fór í hagkaup og keypti fyrir okkur. Ég var að kaupa smá refills. Ég fór enda líka í hagkaup en keypti allt annað en þú. Já, og þú keyptir, viltu segja hvað þú keyptir? Það er inn á borðinu. Ég fór og keypti bara, þú veist, maskara okkur vandaði maskara. En ég keypti bæði Bubble. Þetta er Bubble Colossal. Já, Colossal. Ég elska hana maskara. Já, mega næs. Og svo Panorama. Panorama er besti maskara sem ég fucking til, sko. Panorama er eitthvað sem verður alltaf eiga bara. Nei, alveg. Já, 100%. Þessi eru tveir mismunandi. Panorama er meira svona klessu vibes sem ég elska. Ég seti yfir Panorama fyrst og svo greiði yfir mér Bubble. Já. Af því hann er aðeins fíngerðari að mínum mati. En ég vill nefnilega fá að því ég er með svo stutt augnar að ég vill fá bara klessuna alveg hérna og svo greiða. Og svo greiða, það er sniðt, sko. Og líka gott að nota Bubble-in hérna á neðri augnarinn, sko. Já, það er mjög gott með það, sko. En já, ég keypti bara maskara, eitthvað hyljara. Já, eitthvað Maybelline hyljara. Já, spennt að pröfa, sko. Það er bara fit me, það er bara fit me, sko. Já, cool. Þannig ég hugsa hann sé bara fít, sko. Já. Bara mjög góður. Hvað keypti meira? Þú keyptir eitt meira það? Ég keypti reyndar þetta sólupúður frá L'Oreal. Já, þú keyptir þú það? Já. Þetta? Já. Ó, ég ætla ég hef komið þetta, já þetta. Áttu svona, mennur þið, já. Þú veist, ég áttu svona heima. Já, þetta. Ég áttu núna. Já. Nei, við erum líka með, NYX náttúrulega Butter. Já, ég bara glemdi, ég var ekki viss hvort þú voru með, Bronzer upp skrifstöðu. Bronzer, og hvað næst að setja serum á sig. Þetta er svo geggja serum. Ég veit það. Grippy serum. En já, og ég keypti setting sprayð, L'Oreal. Já, nei. Infallible. Ég er búin að þurfa þetta, sko. Já, ég vissi að þið vantaði svona. Já, mér vantaði svona. Og mitt var alveg að vera búið, þannig að ég tek bara. Já, take it. Svo, þú veist, keypti ég náttúrulega líka, ég keypti líka ef þú vilt vita, þá keypti ég þess að Hammeyju perl. Já, handa emblu. Handa emblu-líf, já, bara okkur báðum saman. Já. Var í stundum bara svona, þú veist, við erum búin að perla svo ókslega mikið að nokkuð liti voru búnir og já, það voru nokkuð liti búnir þannig að við þurftum að græja eitthvað í því en við vorum búin að ákveða að fara og við vorum búin að gera svona mynd og teikna með litum hvaða perlu í litum hvaða perlum okkur vantaði þannig að við vorum að gera svartan hring, bleikan og þetta var svona alveg, svo fór þetta alveg út um gluggan þau löpuðu mér í haugum það var ekkert eðlilega mikið að dóta hana ekkert pæli perlan lengur bara Jú, þú veist, við vorum alveg svona með missioni hún var svona alveg svona, wow, hérna er spilin, wow, hérna er Barbie, wow, hérna þetta wow, hérna er mini Build-A-Bear bánsarnir, þú veist, hún á Build-A-Bear bánsa sem hún búin að skýra allt þannig og svo þetta er mini annars þar Gerum maður þá líka, gerum maður svona Build-A-Bear Nei, þeir eru tilbúinir svona okay. Þú veist, en þá er hún bara, mamma segja, þetta er mini Erika ég var og þú veist, að ég fór viljandi ekki í Smáralind, að því að Build-A-Bear er í Smáralindinni Sko draumur minn því að barn var að fá Build-A-Bear Ég veit að minn líka Fékkstu þau? Nei Ekki heldur Ok, þá getur við látið draum okkar rætast Gætum maður alveg Já, það er sko bara að bjóða okkar að koma Ég og veit gera að Build-A-Bear við getum ekki gert það við erum eldgamlar kettlingar hérna en svo er bara svona, við erum svona labúbús Pældi ekki að vera sætir hérna upp á skrifstöðu bara Ángríns, þeir væri að við erum bara að gera Já, pabbi var eitthvað daginn litla systir mín var svolítið búin að vera að leika við emblu hann var getur ekki borga henni svona bara með þessum dúkkur sem þú ert að sofna og ég bara, ertu eitthvað bilaður? Hún fær ekki labúbú Nei, borga henni Þú veist, ég skal gefa henni bestís en hún fær ekki labúbú Nei, það er bara að heimta þessi labúbús okkar af okkur Já Ég love to hate them en þeir viljast að fá þá Já Ég er bara, þetta er okkar labúbús Láta að vera Goodness En já, við keyptum þess að svo fundum við eitthvað svona kassi með, þú veist, Hammeyjudóti og perlum fyrir Hammeyjurnar og þá var það bara ákveð Já Þannig að það fylgdi perlum með því Það er svona, við þurftum að ábóta á perlunar okkar Fun Já En ég keypti það, hvað keypti þú? Herri, ég skal sína þess Ég ætlaði að kaupa bara eyeliner Já, einmitt, en þið vantaði NYX brúnan Já, sko, NYX Epic, þetta er allt úr hagkaup hérna og allt frá beautyklubnum sem ég keypti og þetta er bara restocks Hérna, ég keypti fyrir því allt það sama Yes, ég elska brúna Já, brúni hérna í litnum
milk chocolate. Það hægt að kaupa ljósari og dekkri. Þannig að það skemmtilegt. Það var senast þegar ég keypti og hélt ég væri bara 2, svartur og bara brúnn. Já, cute. Þessi lúkar alveg fallega brúnn. Já, sammála. Svo keypti ég, sko, að því að eitthvað svona kontór og vantar kontór. Ég man eftir þessu. Eða það ekki? Jú, við áttum þetta einu sinni. Já, ég keypti 2 liti, ég veit ekki alveg hvori liturinn góður fyrir okkur. Ég fæði kannski aðeins dekkri. Já, satt. Já, þannig við pröfum það. Wonderstick, já. NYX. Svo keypti ég þessu augnar frá NYX. Þau eru svona hálf. Uppáhalds. Nei, þetta er hálf. Ég aldrei prófaði. Þau voru alltaf hálf. Jumbo. Nei, það voru clusters. Já, það er ekki til lengur. Alveg rétt. Já, þannig við viljum prófa þetta stand. Ok, love. Yes. Right. Jú. Djúlega gaman að fara að eyða peningi högum. Nei, það er alltaf skemmtilegt. Það er alveg hættilega skemmtilegt. Svo, að því við erum dálítið svona öðruvísum augabrúnir, þá keypti ég 3 mismunandi. Ok. Ég veit að þú fílar þennan. Já, ég elska þennan. Það er bara uppáldið með því. Þetta er micro brow pencil. Já, bestur. Ég veit ekki hvað sem réttur litur taupe. Ash brown. Ash brown? Já, flott. Ég ætla að köpa taupe. En taupe hefur verið rétt. Já, það var pointið, allir hinn eru taupe. Ég get kannski þá að nota þannan, af því ég er með dekkri augabrúnir. Já, kannski. En þessi er taupe og þetta er, hvað heitir þetta? Nano Brow Manical Pencil og hann er með svona beigðu. Já, ok, love. Ég er alltaf erfitt með að finna eitthvað browdæmi, sko. Þannig að ég er ennþá á leiðinni að leita rétta. Og svo er þetta. Þetta er eitthvað NYX Powder Louder Eyebrow Pencil. Eyebrow Pencil. Ok, Ég er mjög spennt að prófa hann. Pröfum þetta allt saman. Já. Það ekki. Herðu. Varstu með meira? Já, ég keypti, hann var til Panorama í brúnu, tók hann leiðinni. Yey, ok, mér langar sér brúnan. Já, hann er bestur, ég nota hann alltaf svona daglega. Já. Svo keypti ég nýtt augnaráljum fyrir Takk. Nei, mér ángrís, ég er búin tínu mínu. Og svo, vantaði mér augkrem mitt, og maður langaði bara að leiða þér að prófa það í leiðinni. Já, takk fyrir. Mjög gott augkrem. Takk fyrir. I love. Þannig já, það var það hafa. Var ekki gaman í Hagkaup? Það var svo gaman. Ég veit. Ég var samt að mjög til hraðferð, ég er sjokki hvað ég náði að skrifa mikið. Já. Það er mjög gaman. Það er alltaf skemmt. Já, svona þess að fara bara sjálfsögurskassan og ég veit að það er best, bara að kaupa make-up, skilur. Fullt af make-up og svo bara figure it out myself. Getur fikið mér bara eitthvað annað í leiðist, eitthvað matakynns í leiðinni og gripa bara eina ískalda Coca-Cola. Geðveikt, sko. Það er nóg á kóki. Núna er ég bara svona, ég þarf að fara að eyða tíma í að finna nöfn. Ég er ekki búin að gefa mig tíma, ég actually bara svona að skoða flöskurnar. Já. Þú ert ekki bara að finna þitt nafn? Nei, nefnilega ekki og ég þarf að fara að gera það. Já. Hvar var ég daginn? Hvar var ég? Ég sá eitthvað nafn sem ég var svona, og það var eitthvað skemmtilegt sem ég ætlaði að senda okkur. Nei, það var ekki Sunniva, hvort það var ekki bara Jóhanna eða eitthvað. Já. Jóhanna er svona nafn sem er örugglega á mörgum. Kókflösku, já. Þannig að, en mér langar alveg svona að fara að finna þitt, já. Ekki bara mitt, líka bara Gunnari. Já, fyrir alltaf að safna þeim. Ég sá Aroni. Njóttu með Aroni. Já. Cute. Herðu, ég ætla að byrja strax að setja á mig uppáhaldsvörun okkar í heiminum núna frá NYX. Herðu, þetta er í alvörinu bara my new fave. Nei, sko, ég fer ekki neitt án. Nei, ég veit það, en ég bara finn, sko, ég er bara svona kvíða því ég finn ekki minn. Hann hlýtur að vera einn ekki stað. Hann er okkur hinu minn í skrifstofunni. Við ætlum að prófa nýja litin. Við erum vanalega að nota, Honey. Hann heitir Hydra Honey. Hydra Honey, já. 02, og við erum að tala um Lip Ivy Hydrating Gloss Serum. Þetta er basically lip stain gloss. Það er lip stain, þetta er ógeðslega villandi, þetta heitir serum, en þú kynntir það. Já, ég kynnti mér það og það var, ég sá hvað komið á TikTok frá okkur sem vinnur NYX og þá breyttu þeir nafninni í lip stain, þannig í Bandaríkjunum heitir þetta lip stain. Já, ég veit. Í Evrópu er bara ennþá gömlu umbúðinnar, þannig að þetta heitir Hydrating Gloss Serum. Ok. En við ætlum að prófa núna litin Blush Brush. Ég held að þetta verður alveg rautt. Já, við verðum bara með hann stittra þá. Já. Ég er bara alveg með svona frekar dökkar varið. Þú lindar líka. Nei, ég setti á mig í morgun. Já, ok. Ég er með frekar ljósar, sko. Þú ert með frekar ljósar, já. Ég er með frekar dökkar, sko. Þannig ég ætla að hafa þetta mega stutt. En það sem er þægilegast við þetta er að því að þetta er ekki eins stutt og ég held. Nei, en vákvæmspennsir hvernig liturum verður. Já. Að því að Honey er ekkert eins og liturinn sem verður. Nei, hann er brúnn og svo verður hann bara svona hot bleikur ekki eins og hot. Nei, svona cute. Svona varableikur einhvern veginn. Algjörlega, bara svona get cute. En það sem er þægilegt við þetta, þú veist, þetta er lipstein og getur bara tekið þetta af, þú veist, eða bara basically getið þetta af þér. Þú veist, bara þú fara að borða eða eitthvað þannig og þetta bara svona fyrir af. Og því þú getur notað þetta bara líka sem gloss. Einmitt.
Þetta sko mest, þetta nýja uppbólsvara mín frá NYX. Því að oft svona eru lipsteinar bara eitthvað svona neonblátt á litur sem þú pílar af. Finnst ekki erfitt að vera ekki múið að setja make fyrst? Nei. Ok. En maður langar að sé tilbúið það eftir. Já, ok. Ég sér bara í kringum varnar og laga svo. Já, hvað var að segja? Sorry, ég greið fram í fyrir þér. En já, þú getur notað þetta sem gloss. Já. Það er mjög þægilegt. Að því núna getur ég bara hoppa í gymmið og setja mig gloss og þegar ég komin fyrir utan gymmið þá getur ég bara þurrka glossin af mér og þá er ég bara með litaða varir. Það er ekki eins ónáttúrulegt. Heldur að vera með gloss og ómáluð. Já, einmitt. En já. Það eru líka bara alltaf í Lovalend. Það eru alltaf með stein á sér. Það eru always stein. Þegar ég var í Mexíkó var ég nú alltaf að nota minn lipstein, sko. Já. Bara, það er svo þægilegt að vita að þetta verður til, sko. Þetta er svo mikið hags. Núna ger ég bara kaffibólla með þetta á mér og þá er ég bara Já. Að ég vill þurrka þetta af. Já. Mér finnst þessi reyndar flottari fyrir mig. Já, mér finnst það bara honey, brúni, bara geggjaður á sem gloss. Já, ok, ég nefnilega fíla ekki svona brúna. Nei, það fer mig ekki. En þessi er alveg, ég held að það er svo dökkur, ég held að það myndi vera miklu. Hvert fór hann? Ég með hann. Ég er þú með hann, já. Ég eftir að setja hann á mig, ég ætla fyrst að setja meika því að ég treysti mér ekki að hitta svona vel. Nei, ok. Herri, já. Svo er þetta Maybelline Superstay meikina. Þetta er æðislegt meik. Já, þetta er í alveg mjög gott, sko. Já. Það haggast ekki. Haggast ekki. Ég elska hluti sem ég get sett á mig á mótana og þeir eru ennþá bara going strong. Seinna. Sammála. Það er ekkert betra, sko. Nei, það er það í alveg ekki. En núna er að styttast í Vestló. Sumar er að klárast. Já, herði. Þetta er crazy. Þú ert með fréttir að færa. Hvað fréttir? Þú ert að fara. Ertu að tala afmælinu mínu? Já. That's not news. Nei. Það er óslega að fyndi eitthvað vinur minn spurði mig daginn sem ég ekki hitt lengi. Hvað er planið afmæliðinu? Ég verður örugglega ekstra úti. Já, ég veit það, no shit, ég þekki það alveg. Hvar? Ég var bara, ok, þetta er bara þekkt að ég fari alltaf út á afmælinu mínu. Ángurís, þú varst hérna heimi fyrra. Já, að því ég var nýkomin heim. Já, satt, þú varst nýkomin heim. Já, annars hefði ég farið. En það er bara geggjað. Þú ætlar að fara aftur til Spánar. Já, ég er að fara til Spánar og ég er að fara til Mallorca. Þetta er Spán og sumar er mikla. Já, mér finnst að Mallorca og Spán, Alicante ekki vera sama. Nei. Mallorca vera svona cuter version of Alicante. Nei, það er það. Þetta er allt öðruvísi. Mér finnst skilur þetta, mér finnst Alicante og Tenni vera svona sama. Mér finnst Tenni aðeins fínna. Það? Já, í hausnum á mér. Já. Okay. En ég veit, ég er svo langt sem ég verið það Tenni. Já, ég hef ekkert gengið ég hef ekkert farið bæinn og Alicante, en ég veit það ekki alveg. Nei, Alicante bærin kom mér ótrúlega óvart samt. Já, miklu flottar en ég held. Ég hefði farið áður, en það var vetur. Ég er ekkert sem að Tenni sé eitthvað fínna, sko. Nei, ég veit ekki. Mér líður svo náttúran sem mér er. Mér finnst bara enga strendur eða eitthvað svona Alicante dæminu sem er eitthvað aðalandi, skilur við svona klettar eða eitthvað. Ég veist að Mallorca þá var þetta svo ógeðslega mikið að fallegum ströndum og klettum. Já, stöðum og svona, já. En jú, vissulega kom Alicante mér ótrúlega mikið óvart líka. Já, ég er allavega spennt að já, þú hefur náttúrulega farið til Mallorca áður. Já, það var æði. En þá var ég í Palma. Já, þú ert ekki að fara saman stað. Nei, ég er að fara á meira svona aesthetically pleasing stað. Palma er svona aðalstaðurinn. Ég er spennt að sjá the content. Ég var að bóka hótel í gær. Og Palli og Hildur allar komið með okkur. Það er svo gaman. Það er mjög gaman. Já, hún var Hildur að senda mér SMS að hann bara, ég ekki bóka snekki. Já. Ég er samt að fara til Mallorca bara 2 dögum fyrir afmæli mitt. Þannig að þú veist, vanlega er ég búin að vera úti alltaf í smá tíma þegar ég á afmæli. En núna er þetta bara svona, ég fyrir út og ég á afmæli eiginlega strax. Þannig að ég þarf eiginlega að gera eitthvað svona við eitt dæmi. Á afmælisdeginum sjálfum, já. Manstu. Ertu búin að sjá Road Beach Clubin á Mallorca? Sem hún var með íventinu daginn. Já, ok, var það á Mallorca? Já. Hún var alltaf líka Marbella. Já, þetta var Mallorca. Ok, já. Búin að finna hann. Ég er að pæla að fara hann afmæli mér. Oh my God, og er hann þá Road? Ég held það, ég sá það daginn, sko, ég er ekki viss, en þetta er allavega frægast í svona beachklubbi á þessu svæði. Ok. Þannig að mér langar að fara þangað. En sko, afmælisdagurinn þinn á beach club, it sounds like you. Ég held ég hef aldrei gert það. Nei, en það sounds like you. Já, it sounds like me. Þannig að, já, tölum það seinna. Já, ég er spennt að heyra meira það og spennt að fá. Ég verður búin að plana meira þegar við tölum næst. Já, það er bara, ég afmæli þættu minna, næst þættur er bara afmælisþátturinn. Já. Þú ert afmæli á 5. Já, 50 degi, þannig að næsti þáttur kemur út á 50 degi. Já.
gott fyrir ykkur að vita. Mjög cute. En já, við erum að tala verslunarhelgina. Já, einmitt. Þú verður allan úti. Nei, ég held ég verð ekki farin, ég næ helginni, já, sko. þú nærð helginni. Já, ég held ég ætla að fara á mánudag eða sunnudag, ég er ekki enda búin að bóka það. Ok, Þannig já, ég næ helginni, þannig að mér langar ógeðslega að fara í 66 og velja mér eitthvað geða cute fit og fara eitthvað í útilegu með hundana og eitthvað. Æ, ég sæta, váka það krúttó. Það ekki. Já, ég er einmitt að fara í svona, þú veist, bara eitthvað... Já, þú ert að fara í bústað, Já, eða þannig? Jú, já, ég er að fara í þannig. Alveg rétt. Þannig að ég þarf klálega eitthvað fitt fyrir það, því það er alveg svona eldstæði og eitthvað fyrir utan. Þú veist, þannig að það verður hægt að gera svona eld á kvöldin og Geðveikt. búið til okkur svona mínibrennu, þannig að þú veist, fattur ég fæ alveg svona bara svona, já, þessa verslu stemmingu, þannig ég þarf klálega fitti fyrir það. Ég er svo spennt að fá smá svona íslenskt sumar áður en ég, fer aftur út. Já, eða ekki. Ég er ekki búin að gera neitt nefnilega. Nei, einmitt. Skilur, ég er bara búin að vera heima að gera ekki nei, eða þú veist, ekkert svona útilegu dæmi. Mér finnst allir búin að vera út á landinu og ég. Já, og það? Já. Hvað leiðilegt að bjóða mér? Já, þú heyrðu. Koma með mér í bústæðin. Ok, kannski er það smá dugt. Já, ég er óslega til að koma í bústæðin. Já, bara alltaf velkomin, sko. Hann er ekkert eðlilega flottur. Hann er alveg ready. Já, styttist svo. Alveg að verða ready. En sko, eitt sem ég langar ótrúlega mikið frá 66 Já. Er Vatnajökull buxurnar í krím, sástu þetta? Nei, þegiðu. Ég er ekki að fokast. Hættu þessu. Það eru svo flottar, ég var að sína þess. Okay. Ég var inn á síðan á hann, ég var bara, eru það í alvörinu konur í öðrum lit? Nei, og líka krím. Já. Ég á Vatnajökull svartar, sko. Ég líka, það eru uppáhaldsbuxurnar mínu í heiminum. Bestar í heiminum. Bara... Ég var svo leið þegar ég var ólétt þegar ég hætti að passa þér, sko. Ég elskar yfir vetrartíma bara, sko, út að labba. Ég er alltaf í göngutúr með hundana og bara, þetta er bara, ég bý í þessum buxum, gjörsamlega. Þetta er bestu kaup sem ég hef gert. Satt. En það eru þetta komnar, sko, ég ætla að tjekka þessi ekki örgulega að fara með rétt nú alveg, ég sá þar á hann í sverða, sko. Oh my god, mér langar þær. Jú, Vatnajökull. Sérðu? Look at them. Oh, nei, I need them in my life right now. Right the fuck now, sko. Oh það eru my í god, cream og það er til í Vatnajökull jakki í stíl. Hættu þessu. Nei, við þurfum að fara right about now. Wow, þetta er rosalegt. Ég veit það. Svo fallegt og svo þegar ég fór í 66 á flugvöllinu og mótaði ég nokkra svona peysur og oh my god, sko. Þær eru svo flottar. Þessi er á listanum mínum líka. Oh my god, já, hún er svo flott. Hún er svo gorgeous, til að tjekka. Hún er með svona mynstri. Hún er svona úr ull. Hún og með svona mynstri, eins og smá svona ullapeysa nema, þú veist, fyrir gælur. Já. Þessu kemina. Þetta er eiginlega bara undir ullapeysur, þetta er að finna það. Sjá, varst þú með eitthvað annað óskalistæða? Sko, mér langar náttúrulega, þú veist, út af við erum að fara þú veist, Vestló og við erum með börnin líka og eitthvað þannig, þá finnst mér svona smá því að pollagælina er blöð frá 66 í svona bleika að ljósa litnum og sjóstrakkarinn sem er nýkomin út sem er í bleiku Já. Þú veist, þessum ljósari bleika svona meira subtle bleika, hann er eiginlega alveg svo pollagælina hennar hann er svona kannski svona smá cute, ég myndi fá mér hann og þá eru við svona smá matching. Það var geðveikt cute. En ég ásund eftir að skoða en þú veist, Vatnajökull klárlega langar mér ógeðslega mikið í. Þurfum við að fá okkur matching Vatnajökull skala, Já, sko. ég hugsa það. Við erum alltaf með krema, ég bara, alltaf með krema og bleikt, bara, you got me. Herðu, öllupeysan sem ég að tala heitir kaldi. Alveg rétt. Rend, alveg upp. Svo góð. Hún er svo falleg, hún er til nokkur litum, en mér langar að hvíta. Ég veit að það er mjög risky. En það er fallegt. But it's gorgeous. Gorgína. En það er svo mikið, bara, bestu peysunar eru náttúrulega frá 66, en ég mæl með kíkja í 66 áður farið. Ég man bara þegar ég var á þeim aldrei, ég fór á þjóðhátíð. Það var bara svona skemmtilega sem ég gerði var að fara að dressa þig. Fara í 66 og velja mér kaupa mér eitthvað skemmtilegt. Ég fór svona. Og þau mitt keypti ég með Vatnajökullsbuxuna og ég þurfti alveg að bíða mörg ára til, sko. Já, ég veit. Það var aldrei til minn stærð og eitthvað. Bara, ég þurfti að fara svo oft í fyrra, sko. Í 66 bara þegar ég var að greiða mig fyrir þjóðhátíð. Já. En þið verðið að drífa ykkur að ná drauma fötin ykkar. En þú veist, í alvörunni ekki kaupa buxunar áður við náðum. Nei, já, satt. En í alvörunni, sko, þú veist, þetta er bara líka fötin, þú veist, að því eins og hvað ertu búin að eiga Vatnajökull lengi? Ég hef 6 ára eitthvað. Já, þú veist, ég hef svona hálfrendi flíspeysuna, svona svo þú áttir einu sinni. Já. She's gone. Já, nei, hún var fullrend mín. Já, þín var fullrend, já. Þín var fullrend, já, ég hálfrendi. Minni var rænt. Já. Þess vegna eru að tala svona.
En þú veist, ég nota þá peysu ennþá í dag. Já, ég líka, Þú veist bara... Ertu ekki bara að tala um vatni í ykkur buxunar? Varstu ekki að spyrja mig að því? Jú, en ég bara tala um þess, þegar maður, þú veist, ég keipti mér það eitthvað bara fyrir þjóðhátíð. Svo bara svona, þessi föt endast alltaf svo lengi. Sjúklega lengi. Og er náttúrulega bara virka fyrir fokkin allt tímabilið Já, maður getur líka bara farið og látið laga flestu hlutina, sko. Þú veist, það eru þannig ástandi. Þannig að þetta eru lífstíðar eignir. Það er það, sko. Ok, má ég prófa það þinni leit? Ég held að minn var aðeins að dökkur. Þú alveg bara went for it. Já, það ekki bara. Jú. Og þetta er sko hræðilegt, ef ég myndi horfa á mig, ég er bara eins og einhver, ég veit ekki. Þú veit ekki hvað? Ég veit ekki hvað. En það er búin að kíkja hérna á veðurspána? Reyndar ekki. Ég var alveg snýrskilin. Nei, ekki heldur. Bara... Það er eiginlega að gera það, sko. En það er, þú veist, það er alltaf þannig viður og þú þarfst að vera vel klæddur. Saman hvað... Það er raun að vera alltaf þannig, sko. Já. Veist, ég veit bara alltaf, ég á bara skúffu með öllum 66 fötunum mínum og mælum mig bæði vegi og ég mælum með ullabrókinu, sko. Kaupið ykkur ullabrók. Já. Þið verðið að eiga það. 100. Gjörsamlega. Sko, ég verð líka að segja að það sem ég keypti mér í fyrra, ég splæsti í kríujakkan í svona beislitum. Þetta er í alveg uppáhaldsjakki minn. Ég er ennþá eftir að gera það. I wanted. Hann er svo fallegur. Hann er svo fallegur og ég er líka svo spennt að þú vorum að tala um, ég veit ennþá að tala um 66 en bara I don't care. En ég er svo spennt fyrir bara líka svona bara in 10 years, ég ætla að geyma allir 66 flíkunum mínar. Já. Af því að vintage 66 er svo ógeðslega cool. Ég á nefnilega eitthvað mjög nýs úr ykkur droppi síðan 2019. Já, nákvæmlega. Þú manst eftir þeim. Svona, voru svona eitthvað svona gallabugs vibes eitthvað. Ég man eftir þeim, þú ert gallan. Já. Og þú tókst myndar í tröppunum hjá Auði. Já. Sick outfit, sko. Og átti ég líka topp. Já, þú átti jakka og buxur. Hvað fokkar jakkin þá? Þú seldir nefnilega jakka nefnilega einhvern tímann og ég var bara, girl. Oh my god, wow, regrets. Já. En ég ekki tímið að selja buxuna, sant? Nei, gott. Fokkar það weird. Já. Oh my god, það er svo flottur. Ég getur skrolla lengst á Instagram til að finna mynda mér í þessu. En já, ég elska að eiga það. Ég tími ekki að selja það. Don't do it, sko. I won't. En já. Það verður gott viður. Þjóðhátíð vondi fyrir ykkur sem er að fara. Ég held að þú verður að kíkja yfir bara það. Nei, ég skal tjekka samt. Ok, nice. Ef þú vilt segja mér eitthvað skemmtilegt með hann. Já, að þið vorum að tala um fatnað, þá ætlum ég aðeins að breytum, en fyrir ykkur sem ætlum bara að vera heima, eða eru kannski að gera eitthvað annað skemmtilegt í sumar ekki alveg senn og enda. Nei, ekki alveg. Að þá er líka hægt að fá undirfatnað hjá Blush. Það er bara gleymist svolítið mikið. Að það er hægt að fá falleg undirföt, sexy undirföt, skemmtileg undirföt og líka bara ógeðslega svona vegleg falleg hvít eins og fyrir það sem er til dæmis kannski að gifta sig. Og það var að kíkja það. Hvít falleg undirföt. We know hvað þið hjónin gerir sko þegar þið eru búið að gifta ykkur. Við veitum hvað gerist brúðkaupsnóttina. Já. We know. Við höfum heyrt það, við vitum það ekki. Nei, við höfum heyrt sögur. Við höfum ákveðið að trúa því. Já, það er alveg svo les. En annars, viltu segja mér, þá meðan þú ert að tjekka. Já. Hvað er for you page þitt right now looking like? Herðu, það er Trisha Paytas, Aquaman. Heitir hann í alveg Aquaman? Já. Ég held að þetta væri djók. Nei. Það er alveg Malibu Barbie, Elvis og Aquaman. Osborn látin. Já, hann er reincarnated. Já, sem Trisha's baby. Right? Já. Ég var alveg svona, þú veist, reposta, þú veist, bara how do you explain to a normal person that Trisha Paytas just had a baby and it's reincarnated Ozzy Osbourne? Bara hvernig útskýrir maður það? Ég veit það ekki, ég held að þú getur það ekki. If you know, you know. Já, þetta byrjaði allt með falli, eða þegar Elizabeth Bretadrottning dó. Sök mér. Já, svo sagt, árið sem að Elizabeth Bretadrottning dó og við erum talað sko nákvæmlega sama dag, þá fæðir Trisha Paytas fyrsta barnið sitt. Og hver er Trisha Paytas? Trisha Paytas, já, er þetta er áhrifavaldur, svona bandarískur, en hún er one of the OGs, af því hún var einn af þessum YouTubers back in the days. Hanna, ef þið mun, veit ykkur Jeffree Star, Shane Dawson, hún var svona í þeirra hóp. Hún var svona í þessum hópi vloggari, basically. Bara original. Og er núna náttúrulega bara hún er núna með podcast, like everyone else. Hvað er eftir frægasta klippan hennar? Allir vitur okkur hvað svona það er. Ok, það er svo mörg. Er það að tala um Rare Beauty? Nei, þetta er ekki að tala um það. Nei, þetta er eitthvað svona geðveikt væral.
Með hana gæjanum hana, sem eins og hann hata hana. Já, úr podcastanna. Eru þið vinir? Oh my God, sorry. Eru þið vinir? Ég veit sko, ég ekkert Trishu, nema bara, hún mím fyrir mér. Hún mím, en ég held að Gauri svo að tala í þeirri klippu sé fyrrandi kærastinn hennar. Ha? Hún var eins og með svona podcast með honum. Ég held að þannig að I wonder is Selena Gomez named Rare because she has that rare disease. So do I think I'm transgender? Yes, 1,000%. Hún fyndin. My natural born gender? 1,000%. What's the thinnest layer of the earth called? The thinnest layer of the earth? Correct. Oh, thank you. I got a point. Gæði sem er með þessu. Ég held að sé Er fyrir kærast hennar? Hún alltaf var einhvern tímann, þú veist, það er alltaf einn gaur með henni núna, ég veit ekki hvort það sé Moses sem hún er allir með. Ertu búin að þurrka? Nei, Ok. að ég gera það. Já, við erum búin að vera með þessum 10 mínútur. Já, þurrka af lipsinni. Allan það skiptir ekki öllu hver þetta er sem er með henni. Nei, En ég hún er bara að spá. Já, ég held, veist, úr þessu sandi held ég að þetta hafi verið hann. Þau voru með eitthvað svona podcast saman. Ok, ég vissi ekki að vera kæri sem er alltaf leiðileg við hana. Hann var svo leiðilegur, sko, en Já. þau líka bara hefur hætt saman, sko, og hún á ekki gott. börnum með honum. Hún er svo ekki íkon. Hann er íkonska. En hún sér sagt, eignast fyrsta barnið sitt, þannig að fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og Hún er að þurrka Vá, var. já, sorry, ég er að þurrka var, það er bara alveg Þetta silent. festist meira á þér. Já. Lipstein festist svo mikið á mér. Manstu Ekki eftir New hlæja York. mér. Já, við það var náttúrulega alveg, sko. Ég verði eiginlega ekkert að sína ykkur finnustu myndi Nei. af Birtulíf sem er til á plánetinu. Það er Hlakka bara til að ammali, 30-samali og getið sett það á neti. Jésús, mann. Þú hendir alltaf ykkur hræðilegri mynd af Ekki mér. hræðilegri. Herðu, myndir af mér og Arni senast. Já, ok, hún er svo fyndin. Ég er ógeð með mestu undiröku í heimi. Þannig að ég mun hefna mín. Ok. En mitt var alveg svona samt alveg bara ég er sko eins og skrimslur Monsters Inc. sko. Þetta er svo hérna receptionistinn í Monsters Inc. Já, nákvæmlega þannig. En ok, þetta er samt ógeðslega kjút litur á lipstinni. Mega kjút. Ég hafði nefnilega smá trú á honum. Af því hann er smá dökkur, ég myndi ekki grípa mér hann sem gloss. Nei. En hann er gorgeous. Já, sammála. Hann er Gorgina. Blush Rush heitir hann. Blush brush. Taldi Blush Rush. En Trisha, já. Já. Hún sér að eignast fyrsta bátið sitt og hún var bara eitthvað, þá var hún bara trending á sama tíma, hún var að fæða að náttúrulega Elizabeth Bretton sem var að deyja, þannig að það voru allir bara, oh my god, Trisha Paytas, að þú var náttúrulega eignast stelpu fyrst. Bara rebirth, bara Elizabeth, þetta var bara, og svo bara Reincarnated. Já, bara á sama tíma hún var að eiga, var hún trending að því að Elizabeth Bretton var að deyja. Þetta var bara vissi allir að hún væri að eiga. að því hún alltaf bara segir allt sama Já. tíma, hún er að segja, gera það, skilur, hún bara alveg rosa opin. Vissi ekki. Og það var ógeðslega fyndið og svo eignast hún bara, og hún skýrir hana Malibu Barbie, Já. stelpuna sína Eðlilega. og svo í annarskiptið, hún eignast miðjustráki sinn. Hvenær var það? Það er, hvað er Elvis gamall? Hann er Ég elskar sér nöfn. Þetta er svona ef að ég fengi bara að ráða og Bensi myndi ekki á neitt segi, myndi Böddi mín heita eitthvað svona. Ágrís, ef enginn fengi að koma nálægt þessu Engin var að stoppa mig. já, þá bara Þá er þetta alveg bara. alveg Elvis og Malibu Barbie Nei, kannski ekki alveg, þetta er eitthvað svona Thor, Loki, já, þú veist. ágrís get ég ekki sé hvað ár það var. Hlýtur að vera að því að Elizabeth Bretton dó þarna, hvað, 2021? Er það ekki? Nei, 2021 var Philip, hún deyr alveg. Hann deyr náttúrulega undan. Já, mannst ekki að COVID Já. jarðaförin, hún bara ein, ég var búin að gleyma því. ógeðslega sorglegt. Elsku mig. Hann deyr 9. apríl 21. Ok, er það ekki þá fyrsta barnið Philip og setna barnið Elizabeth og núna þetta barn Ossi? Nei, fyrsta barnið er Elizabeth, annar barnið er Pávin. Nei, hann dó fyrir daginn, sko. Það var annar Páfi sem dó undan honum. Ok. Einhver annar svona, einhver prestur ykkur stað, voða hátsettur. Það var enginn að pæli, þú veist, okkur var ekki svo mikið drama með hann þá. Það var alveg, þú bara tókst þér ekki eftir. Nei, okkur myndi ég taka meira eftir núna. Af því að núna heitir hann Aquaman, kannski það. Nei, ég er að tala um drama, skiptum páfa og eitthvað. Já, það var eitthvað, ég veit ekki út af hverju það var. Make sense. Æbyrðu, Make sense. Trisha Paytas, baby, number Þetta er svo fyndið. 2. Ég myndi elska að vera svona
fólk sé að gíska af nafnið og það er bara fucking random. Já. Svo bara fólk var að gíska Moses og fólk var búið að gíska Aquaman. Ég var bara glimti, hún var að skýra balsitt Aquaman. Sko, hún gaf út svona vídeo, names that I loved but didn't use. Og hún bara paperclip. Veistu, það var eitthvað rugg. Hún er bara fokka í okkur. Já. Og hún barnið henni heitir bara John. Og hún er bara að gera það, til að verja þau, skilur, venda bönnin. Ángríns. Ég skal veðja að þau heita ekkert Aquaman á blaði, sko. Jú, þau heita. Nei, ég held ekki. Sko, Þetta er bara alltaf fokk í okkur alltaf views. Sko, the story made early this year that the child Peters is currently pregnant with will be the reincarnation of Pope Francis who died in April. Já, hann tók april núna, sko. Já, ég skil þá ekki alveg, þú veist, hver það var, það var einhver svona rosa... Já, er það ekki Philip? Nei, það var ekki Philip. Það var Brettdrottning. Já, ég held að það var bæði. Ég var bara að segja það. Nei, það var sko, þegar hún er eignast barn númer 2, þá er Charles greindur með eitthvað. Það held allir að Charles, hann var sko settur inn á spítala. Þessi kallbreyta kongur. Þá voru þetta bara, oh my god, hann er að fara að deyja og hún er að fara að fæða hann. Og fætti hún svo bara engan? Svo fætti hún Elvis og hann var bara einhver annar, skilur. Hver? Ég veit ekki. Það er bara að bulla í mér, sko. Nei, það er Páfinn er nýdáinn. Páfinn er nýdáinn, já. Já, þetta er bull. Okay, Þið eru öll að búa til lygasögur. Ok, veit ég verð að finna þetta hérna. Þetta er bara orðið alltaf flókið hérna. Já. Já, hann, sko, Trisha Paytas' second baby, Elvis Peters Hackman, hann er linkaður við dauðan af Pope Francis. Það meikar Despite occurring almost a year before the leader. Það meikar engan sens. Já, þannig að ég veit ekki okkur ef fólk var að tengja þau saman. Allavega hana, svo var TikTok búin að spekulata að þriðja barnið yrði reborn Trump. Já, alveg rétt. Að því að Trump var að greinast með eitthvað dæri data og í staðinn náttúrulega deyr Ozzy Osbourne. Tíðildi legend. Já. Hún er að fara að fæða reborn Ozzy Osbourne. Manstu eftir Hún búin að fæða hann. Já, ég meina það. Manstu eftir þessum þáttum? Ég man eftir þeim nefnilega. Þeir voru snill. Þeir voru æði. Þeir voru iconic. Hvar voru þeir sýndir? Þetta var á MTV eða eitthvað? Þetta var á MTV, já. Eða það ekki? Því hann er svona tónlista rockari. Já, jú. Þetta var náttúrulega bara eitthvað sýnað rockstar. Já, eða veit ekki hvað að tala um. Þá erum við að tala um Ozzy Osbourne sem var með Já, ekki lengur. Sharon Osbourne, right? Yes. Maður ekki að þekka Sharon úr Idolinu og eitthvað svona þannig. Hún var dómar í Idolinu. En hún var aðalega bara þekkt fyrir að vera sko konan hans. Úr þessum fyrst. Já. Og líka náttúrulega dóttir er fræg, Kelly Osbourne. Kelly Osbourne, já. Er það ekki það? Og svo eru þau búin að vera öll með podcast saman. The Osbournes núna sem sko Ozzy er búin að taka þátt í. Ozzy sko, ég búin að sjá bara henni svo mikið fóripilsinu mínu eftir að núna hann lést. Og það er bara svo mikið eitthvað svona nýju sem ég hef ekki séð. Já. Bara hann sjá hann iPad krakki og eitthvað. Já. Og bara eitthvað algjör dúlla. Akkur finnst mér hann svona mikið krútt. Hann er náttúrulega bara alveg gjörsamlega gaggala gúgu í hausnum, sko. En hann er svo, ég var að horfa eitthvað svona gamla klippur eitthvað, þess bara hvernig, ég fekk bara svona ekki flashback að horfa á hvernig þetta var. Ég veit það. Bara eitthvað, ég veit ekki, þetta er svo gott reality TV, þið verðið eiginlega bara, ef þið ekkert hvernig tala horfa á einn þátt. Þetta er þú þætti, sko, í alveg eitthvað svona, þú veist, líka svona eina fyrstu raunveruleika þáttan sem það verið að horfa á, sko. Já, þetta var alveg þetta er alveg fyrir Kardashians, ekki? Þetta er bara allavega kannski árið fyrr eða á sama tíma. Þetta var verðið að googla það, sko. Já, þetta var alveg svona, já. Ég alveg man eftir þessu svona undan Kardashians, skilur við? Já, ég man eftir þessu líka undan, sko. Ég held að því þetta var sýnt á Íslandi en ekki endilega Kardashians. Já, þetta er alltaf brest. Er það? Já. Jú, þetta, já. Alveg hérna. Má ég sjá, ok, þetta er nú Prime hérna. Má ég sjá, þið vilja horfa á þetta. Ég get líka bara horfa á klippurinn á TikTok eða eitthvað hannig. Þetta er ekkert eðla að fyndið. 2002, sýnist mér. Já, og Kardashians er hvenar. Ég held í alveg að þetta sé kannski mögulega sama ár. Gætilega verið, sko. 2002, ok, ég skal googla með Kardashians. Já, spennandi, ok. Þú veit alveg að vita þetta. Þetta er alveg svona bónusspurning sem þú ættir að vita. Það er endur rétt, sko. Eða pínu skammast mín. Skammast mín pínu. Nei, þetta er alltaf heitir Keeping Up þá. Já.
eitthvað bara 2022 og bara Nei, við veitum þetta búið aðeins lengra. Hún er alltaf búin að halda upp á 10 ára afmælið sitt og eitthvað svona. Ég man líka eftir hann Playboy búin í þáttunum. Áður en mann til Kardashians. Varstu að horfa á það? Holly og þær allar. Já, horfði maður nú á það, sko. Ég man líka eftir Jessica Simpson þáttunum. Já, hvað var það? Eitthvað The Chicken of the Sea. The Tuna, The Chicken of the Sea, já. Hvað var það? Hvað sagði hún? 2007 byrja það. Ó, þetta var lengur. Way before. Já, ok. 2007, það góða ár. Ok. Góðærinu. Góðærinu, þá fengum við okkar bestu þætti. Já. En nei, sko, Ossi er sko ógeðslega bara, hann svo fyndinn. Þau eru svo skrítið par. Skrítið hjón. Svo skrítið hjón. Þú veist, ég skildi aldrei hvernig hún nefndi þessu. Nei, svo er hún bara sama típa. Já, hún var bara alltaf full og Já, bara... já. Vistu, og hann er rockari, eða var rockari og var bara alltaf svona smá bara útið í, skilur. 100% útið, sko. Svo fengur bara fylgjast með heimilslífinu og eiga þau fleiri börn. Já. Það eiga líka strák og svo eiga þau líka annabat sem vildi aldrei koma upp á, eða þú veist, vildi aldrei vera í sviðsljósinu. Bara ekki eins og í þáttunum með neitt. Það bat var bara, nei, ekki ég. Elstaða. Já. Þannig að þau eiga meira þess að annabat líka sem við bara þekkjum ekki neitt. En ég var svona þess að ég sko hlusta eins og það var eins og til podcast, íslensk podcast sem er núna hætt. Það var ógeðslega skemmtilegt podcast og og ég hlusta eins og þátt hjá þeim sem var tilingar Ossi Osbourne. Ok. Já. Bara random. Bara ógeðslega random. Þetta er svona að, og konceptið af þessu podcasti, ég get alveg gefið að sjá þetta, Nei ha, en það er hætt. Þannig að þú veist, og ég líka tjekka Ég skal bara gefa að sjá þetta þegar það er hætt. Nei, þú veist, að ég ætla að segja að ég tjekka í morgun og þá eru þættinni dottnir út, það er bara einn inni, já, að mér langar að hlusta aftur á Ossi Osbourne þáttin. En konceptið hjá, þetta voru 2 strákar með þetta podcast, og konceptið var þess að þeir tók alltaf eina manneskju svona fyrir, og þau tóku sögur manneskjuna sem bara svona búin að fletta upp bara í viðtölum og eitthvað svona þannig. Og svo var alltaf ein sagan var bull og hinn átti að gíska í endan hvaða saga það var. Þetta geggjaður leikur. Já, þetta var alveg geða skemmtilegt. Og ég man sérstaklega eftir Ossi Osbourne þættinum. Ég hugsaði, hann er að ljúga öllu. Þú veist, ég var bara, það meikar ekki sens að allt þetta sé. Þú veist, ég var bara svona Hann er samt alveg, sko. Já, og ég segja nokkra sögur. Já. Ok. Ég skal taka nokkra sögur sem ég var búin að taka saman. Sko. Hann alltaf, og ég held að það sé hægt að bara finna vídeo af þessu, ég er eftir að fletta því upp. En 1982 þá var hann sko tónleikum, þetta er frægasta svona Ossi Osbourne momenti. Já. Hann var bara á tónleikum í Iowa og það kastaði aðdáandi lifandi leðublöku upp á sviðið. Herra, hann hélt að vera leikfang. Já, hann beiti hana. Beit af henni hausinn. Af henni hausinn? Já. Ég sé þetta vídeo á TikTok. Já, hann beit af henni hausinn. Hann gerði óvart, sko. Já, hann hélt að þetta var leikfang. Ég sá þetta vídeo sko fyrir svona hálfu ári. Pældi í því. Hann er bara bendið bara spila og bara reypisbrut. Já, hann fór bara bólusetningu ekki að hundaði, sko. Ossi bat incident. Þú veist sjá þetta. Unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever. He picked it up and bit the head off. Já. Yummy, it's real. I'm like, what? Pældi í þessu. Pældi, þau eru búin að vera svona fyrir mér í 100 ár. Ég veit það. Svo söndru myndir það? Já. Það lukkaðu eldri samt. Miklu eldri. Séu Money Can't Buy You, sko. Þetta er 2002 eitthvað. Já. Þau eru bara þrútin og eitthvað. Núna sér hún lítur ennþá alveg eins og út. Nei, sér hún alveg vel bótósi núna, sko. Já, en hún er samt svona, hún er alltaf verið með þetta hár og eitthvað. Já. Þú veist, þetta voru þau. Hvernig er þetta þau? Ég veit að þetta er bara hvað fólk gerir þetta. Hvað gerðist? Nei, ok, þetta var einsagan, sko. Já, ok. Svo var hann einsinni með hljómsveitinni Mötley Crüe. Og þau voru á okkur tónleikaferðalagi, þú veist, þetta var 9. áratugnum. Og hann fer í ykkur svona mönunakeppni, hann elskar sömuleiki við Nicky Six. Og það sem hann gerir er að hann sniffar röð af maurum af gangstéttinni. Og þú veist, þeir degi ekkert við það. Nei, þeir fara bara upp í hann, eða ekki? Geta ekki ímynda mér, sko. Og svo líka í samanleik þá sleikt hann sitt eigið þvag af jörðinni.
Þessi maður er náttúrulega rosalega, sko. Ekki nóg með það, hann mætti á fund með CBS Records með 2 dúfur sem svona friðatáknur voru greinlega búin að vera í ósáttum hérna, hann og þetta plötufyrirtæki og í þess að sleppa eins og plana var, þá Ekki borða það. jú, hann borðaði það ekki? Nei, hann beit hausinn af annarri dúinu og spýtt honum á borðið. En hann hélt að hitt var dót. Já, Hvað myndi hann að gera þetta? hann bara, ég gerst þetta áður og hvað þetta gerst aftur. Þetta bara morð. Herru, svo var hann í hann var í ferð í San Antonio og hann var orðinn svo ógeðslega fullur og út af því að sér hann læst hann inni og, læst hann ekki inni, hann tók all fötin hans, ég vona að maður myndi ekki fara út, bara, Ozzy, you're not leaving. Herðu, hann var handtekinn með það að vera að pissa á eitthvað minnismerki þarna við Alamo og á meðan hann var í kjólnum hennar. Það fór allavega í föt. Hann klæddi sig í kjólinu Ég sér hefði haldið að hann myndi bara fara nakinn, sko. og var handtekinn við það að pissa á eitthvað og hann var bannaður í borginni í 10 ár. Pældi í þessu. Svo tók hann tímabil í sínu lífi þar sem hann hélt og hann var bara djúpt sokkin í eitthvað vímefni en hann var 100% viss að því að hann var að breytast í vím í vampíru og hann lokaði sig inn í herbyggi og neitaði að koma út. Ætlaði sig eftir, leðublöguna. Örugglega. Jesus, þessi maður, sko. Þetta er ógeðslega fyndið Bara, maður. en hann var hvað, 79 ára? 73 eða eitthvað. Ég man það ekki, 79. Það er engin aldur. Þetta er svo sem engin aldur, sko. Nei. En þú veist, með við lífverðna sem bara ekki ótrúlegt að maðurinn hafi orðið 70 eitthvað. Það er ándjóks ótrúlegt. Vistu það ekki? Jú. Bara eitthvað, þú veist. En með lífur eins og hann hefði verið 79 ára fyrir 50 árum. Já, ég held að það sé búin að 79 í 50 ár. Já. Ég held það, sko. Elsku maðurinn. Þú veist, var hann bara þegar við vorum að horfa á hann 2002. Já. Var hann þá, við vorum alltaf aldrei að horfa á hann 2002, þá vorum við bara eitthvað 4 ára eða eitthvað. Kannski vorum við að horfa á hann, en ég veit ekki. En var hann þá bara 20 ára, skilur við? Hann leit út fyrir að vera 50, sko. Já, ég veit það. Ég veit Verður það að vita hvernig hann var fæddur. Þú veist, ég veit ég á að geta gefa með það eftir, hvað var að deyja gamall? Ozzy Osbourne. 48. Hann er fæddur 48, já. Já, þetta. Hann var 76 ára þegar hann lést. 76 ára. Já. Hvíl í friði. Ángurist, þetta er alveg freka fyndingur, sko. Já, þú veist, og mér finnst það alveg sjokkrandi. Ég bara sjá að sumir eru bara svona, hver er þetta? Veit ekki hver þetta er. Já, hvað er það? Mér finnst það svo skrítið. Bara, Bara fólk á okkar aldri. Skilur við? Þú veit ekki hver hann er. Það er sagan, nei, það er ekki sagan hann með rifbeinu. Nei, Það er Marley Manson. Marley Manson, fuck, maður. Já, Það er ekki saman gæði, sko. nei. Hann er ekki alveg- hann er ekki legend. Nei, hann er bara ógeð, sko. Já. Hann er eitthvað satanískur, sko. Hann er það. Já. En með Ozzy, hvað ætla ég að segja, já, það er svo ógeðslega fyndið líka sound eitthvað, Sharon, where's my beer? Hefur ekki séð það? Ógeðslega gott. Og svo, en það er líka ekki langt síðan að, Ozzy Osbourne, það er kannski, þetta er svipum tíma og Lemonade er að koma út. Manstu eftir Lemonade? Já, auðvitað. En manstu hvað ár það var, meina ég? Mér langar að segja 2015, 16, 15. Já. Svipa á þeim tíma, þá heldur Ozzy fram hjá Sharon. Og ég held nú alveg það hefur gerst oft í þeirra sambandi. Trúir ekki. Nei, einmitt. En þú veist, hann var samt alveg orðinlega fyrir svona gamall og óskiljanlegur og samt, þú veist, hún tókst það samt, skilur. Þá var hann bara 60 ára, sko. Hann var samt pínu óskiljanlegur. Hann er bara óskilur, síðan hann 20. Það er satt. En þá held hann fram hjá og þá á þeim tíma var hún í stjórnarsögur spjallþætti. Já. Nú manni ekki hvort það hefði verið The Talk eða hvað hann hét eitthvað svo leiðis. Og kom alveg hella fréttur um allt, bara Ozzy Osbourne, bara cheating, eitthvað. Og hún mætir í næsta þátt svona haldandi á Lemonade. Það var svona, mikið moment. En svo sagði hún einhverjum nokkur þáttum setna bara, ég var alltaf bara fyrir honum, það skilur þetta Ozzy, ég get ekkert farið frá honum upp á þessu. Hún bara elskar hann. Hún dyrkar mannin, hún skar sig einu sinni það djúpt, á hendinni, já. Til þess að sanna fyrir hann hversu mikið hún elskar hann. Það voru alveg út úr því sagði hún sagði þessu sjálf í þessu Sjálfskæði? Já, bara sjálfskæði, til þess að sanna fyrir hann bara, sjáðu, ég myndi deyja fyrir þig. Jesus. Það var bara sjúkrabíll og þau eru gaglega stór hættuleg, sko. Hvar er Kelly Osbourne í dag? Hún er að gera þetta podcast með þeim.
Hún já, hún bara að gera það? Fór hún aldrei í rock? Hún var alltaf svona að reyna að vera rockari. Ég veit ekki, allan að ég hef ekki verið að hlusta á tónlistuna, sko, ef hún búin að vera í því. Kelly Osbourne. Hún átti alltaf mjög kontroversial, manstu ekki, setningu. Hún fór í viðtal hjá Loose Women eða eitthvað í Bretlandi. Og var eitthvað, ok, Trump, ef þú ætlar að senda alla, ef þú ætlar að senda, hvað sagði hún? Hvað er svona latínó, já, ef þú ætlar að senda alla latínó úr þetta landi, hver er það að þrífa heimilið? Já, ég sá þetta. Manstu Þetta var eftir daginn. Nei, það er smá síðan. Ekkert svo. Jú, það er, en þetta er alltaf að koma upp aftur á TikTok, sko. Ok, ég ætla að sjá þetta aftur daginn. Þetta var þegar maður fór sér í fyrst skipti, sko. Já, ok, það var bara rifjut upp. Já. Ég er hérna. Immigration problem is Yeah, a the view. problem, and it does need to be addressed, and it does need to be fixed. But making those comments, those racist comments, do not help. And if you kick every Latino out of this country, then who is going to be cleaning your toilet, Donald Trump? Oh, that's no. In the sense that you know what I mean, like what I'm saying. Oh, no. Hún bara, nei. Já, ég man eftir þessu. Það var rosalegt. En ég veit ekki hvað hún er að gera. Þetta er það þú veist. Já. Kelly Osbourne, hún fædd 84. Já. 40 ára núna. Television personality, singer, actor and fashion designer. Ok. Algjörlega. Skemmtilegt. Hún á barn í dag og... Já. Herra, hvernig var þessi augnabrúnavara sem varst að nota? Herðu, góð. Ok. Viltu að prófa? Já. Hvor? Ég veit ekki, hvor fannst þið? Ég notaði bæði, sko. Ég er ennþá Ok. að reyna að vinna þeim. Ég er að langt sér að fara í litin, þannig að ég er smá lengi að gera þetta. Já, herru, þarf að fá sér stíðan áttur heim, sko. Já, nennir hún að koma heim. Ég er struggling, sko. Sæm. En þetta er bara andjós fullan blíjantur. Ég er alveg smá að fíla það. Já, já, ég var að kaupa mér eitthvað svona blíjant bara frá Maybelline. Já, það er ekki langt síðan, sko. Ég fíla það, sko, því að ég næ einhvern veginn ekki eins vel úr svona litlum tippum eins og þessi hérna. Já. Skrifa mér á. Herðu, þessi er bara fullkomin. Hún er ekki miklu og litlum tippum. Nei, bara stórum tippum. Nei, krakka mínir. En já, fyrir ykkur sem er að fara að ferðast helgina, sem ég vona að séu margir að fara að gera, það er bara að gera eitthvað skemmtilegt. Munið að pakka nóg af ballerína. Já, það er möst að vera með ballerína þegar maður er að fara út á land, sko. En það er líka möst náttúrulega að vera með útvalda keksið sem er best með Súrdegskeksið. Göteborg súrdegs keksið sem maður fær sem með ostum. Ég sverða, þetta er búið uppáhalds keks mitt í mörg ár, sko. Mörg ár. Ég hata að fara í búðir sem þetta er ekki til í. Já, sammála. Umlegt. En hérna, þetta er alltaf til í haggup, bæði. Ég þetta er alltaf til í haggup. Þetta er engar ágjörð því það er. En ég vissi ekki að þetta væri, þú veist, þegar við byrjum ballerína, þá vissi ég ekki að þetta væri sama merki á ballerína. Nei, nákvæmlega. Skemmtilegt. Pælið, þú veist, ef við getum gert ballerínakeks, þá getum við gert allt gott, sko. Já, mitt. Það er svolítið, þeir eru líka með stafakeksi. Já, stafakeksi og Tommy Mjög skemmtilegt fyrir börn. Og Tommy já. Tommy Jens. En já, munum bara að pakka því, það má ekki gleymast. Það má ekki gleymast. Aldeilis ekki. Svo líka gott að minna á að því vorum að tala um svona sumari sem sann á enda. En þá er gott að minna á að vetrarlegu tímabili hjá Gólu. Já, byrja að huga því. Það byrja að huga því, sko. Það byrjar í september. Og þannig þið getur fara að skoða hvaða dílar eru búið fyrir vetrarleguna. Og ég mæli mig að fara að skoða það og fara að finna ykkur besti til þess að deila bíl með eða, þú veist, ekki besti, bara kannski systkini eða kærasta eða kæristu eða hvað sem það er. Þetta getur allt verið bestís. Eða satt. Eitthvað skemmtilegan. Eitthvað skemmtilegan. Það er mikilvægt að þetta er skemmtileg mannskja. Já. Nema að þú bara kveikir á tilboðinu og talar ekki við hana. Já, satt. Nei, búið saman hverju eða eitthvað. En gott að deila bíl, sko. Til þess að spara kostnaðinn, sko. Já. Ég held að ég fatta þetta því ég var úlingur í þess að keyra. Hældi ég hvað hefur verið næs. Þú veist, já, ég keyrði skip, sko. Skip? Já, literally. Ég held að stýri mitt var jafn þungt og akkeri. Held ekki keyrir akkeri, sko. Nei, ég var líka að keyra skip. En stýri mitt var akkeri. Ok. Makes sense. Ekki? Make it make sense. Já. En hérna, já, hann viljum að minna ykkur á að kíkja á það og sjá hvað er í boði fyrir vetrarleguna. Ekki á því. Herri, ég fílaði þannig ógstu vel, hann að blade og shit. Já, ok. Þú tekur hann, ég tek hann.
til. It's a deal. Hann góður sko, hann með svona skakkteipi. Já, hann með skakkteipi. Ég fíla það. Þú fílar skakkteipi? Já, ég elskar skakkteipi. En líka muna fyrir ferðalagi að sjálfsög að pakka niður venja. Já. Ógeðslega þægilegt að ferðast með venja sko. Nei, það ógeðslega þægilegt. Já. Bara taka með sér, bara ég að fara 3 daga út á land, taka með sér 3 umslög. Já, einmitt, og taka Girls Got Gut sko, því að það borða skyndibita, þá verður að hugsa your gut health. Já, magaflóruna. Magaflóran góða sko. Það mjög mikilvægt sko. Það rosalega mikilvægt sko, Það spilar inn í allt sko. Já. Það spilar inn í alla aðra heilsu, bara svona, ef það eitthvað svona að magaflóruna, yfirleitt það sem skoða svona fyrst og fremst. Það leiðir svo mikið út frá sér. Já. Careful what you eat. Já, bara hvernig þú hugsaður það. Já. Ég finn alveg mun á mér bara, þú veist, þegar ég ekki búin að drekka vatn og eitthvað svona smá tíma og bara, ég finn Smá bara tíma, hversu lang tíma? Þú veist, kannski bara svona tók dag sem ég var ekkert að sinna þig, skilur. Já. Og þá ég bara svona, þegar ég fer að sofa kvöldið. Já, einmitt, þá séð maður bara illa á eitthvað. Já. Ángríns. Skil það. Það ekki næs, sko. Þannig að maður alltaf að vera með allt þetta á hreinu. Are you okay, babe? Elisabeth, aðeins að hósta hérna, já. Eitthvað gott, já. Nærra, flott. Það eru búin að losa hvað við þetta allt saman. En svo náttúrulega líka bara að pakka niður nóg bestís. Það verður að vera bestís núna, sko. Var það ekki sammála? Jú. Ég er búin að vera með eitthvað, sko, ekstra. Ég er alltaf með bestiskreif, en ég er búin að vera með eitthvað ekstra bestiskreif þessu dagana. Það var líka svo girnilegt. Ég bara þegar þú settir í, þú veist, þú varst að setja inn myndina í story. Já. Og ég bara, ég er búin að sakna dollunar. Dollan bara svo fucking góð. Já, hún það, sko. Ég sendi Benz út í búð og kaupi bestísfyrir mig því ég átti ekki heima. Hann bara, viltu pinnaði dolli? Ég vil dollina. Ég er bara að vera að fá mig það núna nokkur sinnum. Já, ég vil bara fá the real shit. Það er bara svo fucking gott. Það nefnilega. I love it. So good. En já, ég er spennt fyrir þessari helgi og fyrir þessu sem framöndan. Ég líka. Mjög spennt. Hvar ertu að fara að vera út á landi? Suðurlandi. Nice. Geðveikt. Ég veit ekki alveg hvort ég að fara, hvort ég fara bara í bústaðinn hjá Bensa eða hvort ég að fara eitthvað lengra. Það er alltaf næs. Já, það er alveg gaman, sko. Mér langar bara að kaupa með tjaldi eitthvað. Ok, okkur. Þú getur bara að fara eitthvað sem er. Já. Ekki bara að fara alltaf saman staðinn, skilur ég. Já. Áttu ekki tjald? Nei, áður ekki tjald. Þú literally fær sko geðflott tjald í Hagkaup. Já. Ok, kannski bara hoppa þangað. Græða með tjald. Já, og bara tjaldstóla og allt, sko. Já. Það er allt þarna. Ég var alltaf að fá í láni, sko, svo skemmtist það tjald sem að fólki sem var að lána okkur átti. Ekki á mínu vegum, sko, en það er ekki til. Ég held að það er myglaði eitthvað. Manstu ekki eftir því þegar maður alltaf að tjalda? Jú. Já, tjaldi myglaði. Það var ekki búið að þotna nógu eitthvað þegar það var pakkað niður. Segðu mér af hverju umbúðir að tjöldu mér alltaf svo litlar. Ég skil það ekki. Hvað er það? Ég var með þetta helvítis pop-up tjald þarna á Spáni. Já, einmitt. Ég var að fara fucking missa vitið. Við erum góður, ég vorkendi það svo mikið, sko. Þú var struggling. Ég var struggling. Ég var með svona pop-up tjald, svona sólhlífar tjald eða þannig fyrir Elisabeth sem að hún gæti verið undir ef við vorum úti. Hún elskaði þetta tjald. Hún elskaði þetta tjald. Hún var alltaf inni í. Og svo kom að ég að pakka sér niður og bara umslagi eða svona póki sem það komið var bara akkurat sama stærð þetta var. Og þurfti að ná að byggla þetta einhvern svona og það var alltaf að poppast aftur upp út á mig. Og ég var bara, ég er að fara að missa það. Já, hún var búin að horfa á vídeo og allt og ég stóð hana fyrir framan hana eða allan tíman meðan hún var að stóð svo stýr. Ég var ekki eldað eitthvað. Þú varst í símanum. Var ég í símanum? Þú varst að tala við eitthvað. Í síman, annars hefur örugglega komið og hjálpað mér. Ég held ég að vera eldað sésasalatið og tala við eitthvað eða eitthvað. Já, þú varst allan að einhverjum tímpúti í símanum og þú varst svona að horfa. Já, þú varst svona í símanum. Já, ég var svo erfitt með að interfere, ekki. Já. En ég veit bara að ég hefði trillst meira. Já. Ég er miklu styttri þráð en þú að kemur eitthvað svona, sko. Ég var bara, þú veist, og svo var ég bara svona, ok, ég ætla að reynda 2 viðbót og ef það virkar ekki þá skil ég þetta eftir, bara I don't care. Já, ég man eftir þessu. Og ég var einmitt í símanum, ég man hana. Ég var bara að vera bara svona, ég verð að komast og þetta getur ekki verið svona erfitt. Já. Og svo kom Jóa og hjálpaði, ég var bara, thank God. Já. Það þurfti þetta bara 2 mánuð að vinna, en það er sama bara með öll tjöld og svona, ég skil ekki að hafa þetta svona ógeðslega lítið. Nei, en mér langar í svona uppblásu tjöld.
Hefur ekki séð þannig? Já, jú, svona eins og partytjöldir Bara með pumpu, já. Það rosa sniðugt. Já. Annars á ég alveg tjald sem get lánaðar en þú fær mjög fínt í Hagkaup, sko. Þú þarft alveg að eiga. Ok. Þú bara fara ég að kaupa mér staðan fyrir þú lána mér. Ég get lánaðar, sko, þú vilt. Hvernig er þitt? Sem maður ekki sínu. Það er beislita. Komast hundanum mínu eða? Þetta er það beislita, kannski, þú veist. Já, það er stórt, sko. Hvenær þurfti þú tjald senast? Þegar ég fór í útilegu með vinahópnum okkar. Okkar? Já, þú góðst með mér þess að? Þú talum í útskriftinni? Nei, þá er ég ekki með það. Ég hef búin eitthvað embla með. Við vorum þarna á Flúðum með eitthvað. Alveg rétt. Hvar vorum við? Flúðum? Já, í Hallflúðum. Já. Tjaldstæðin þar, já. Hvað varst þú í þá? Ég var í tjaldinu sem að það er ónýtt. Þú varst í tjaldinu sem ónýtt, já. Ég er bara mjög góð að tjalda, sko. Já, taktu mitt, sko. Já. Það kemur svona óvart svona bensið svona græjarinn, sko. Já. En svo þegar kemur þegar við fyrir mjög útilegu saman, þá tjalda ég. Já, einmitt. Þú sérðum þessa hluti. Ég nenni ekki að bíða. Nei. Hann blæs á dínuna, hann verður ekki að tjalda. Það er líka bara geggjað. Já. En þú veist, það er svona frekar, það er svona lítið fortjald fyrir utan til þess að geima svona töskunni sína eða eitthvað þannig. Ég skal senda það myndir, þú getur skoða hvort það verður svo fyndið að fyrir tjald. Þetta er ekki það langt síðan við vorum. Við vorum tjaldi þá. Já, embláðarlega, þú veist, 2 ára eitthvað. Já. 2 ár síðan, já. Þar síðast sumar. Geðveikt veður. Það var 2003 eða? Já. Iconic. Það var mjög gott, sko. Miss that, sko. Já. Sólin er ekki alveg búin að vera að láta sjá sig nóg. Svo bara, herðu, ég var að ræða gasmengun eða? Oh my god. Ég er bara svona, get ekki út með hundana. Nei, þú getur ekki leyft hana. Nei, ég get ekki leyft hana Lúlla úti. Ég get ekki fara út að hlaupa, nýbúin að hlaupa fyrst getið 10 kilometra, svo get ég ekki haldið áfram. Ángríns. Dónalegt, sko. Ég var samt að keyra heim úr bústanum og ég sá bara hellinga fólki á Esjunni. Ég sá líka, þegar... Það var sérstaklega tekið fram, sko, Esjan. Já, einmitt. Það var ekki verið að ganga í Esjunni og ég bara eitthvað... Það fólk er búin að ekki sé fréttnar, sko. Nei. Að ég, er út að labba þegar góðsmaðan byrjar. Og þá er ég nýbúin að hlaupa bara deginum áður og það var ekkert, það var bara perfect veður. Og ég sé bara fólk út að hlaupa og ég eitthvað, er þetta þoka eða? Einmitt, já. Það lúkkaði svo þoka. Ég eitthvað, vákað er eitthvað skrítið að sjá fólk út að hlaupa í þessu. Já. Og ég bara svona, vákað er ekki næs eitthvað anda að sér allir svo þoku eða er eitthvað mengun skilur bara frá bílum. Ég var bara að hugsa þetta. Ok. Að þetta var bara svona ekki að þungt loft. Svo fer ég inn á, eins og veist, ég fer ekki oft inn á fréttavélina. Nei, þú gerð það ekki. Ég var bara, ég ætla að tjekka hvort það sé eitthvað tengt eldgosinu. Og þá bara stóð bara ekki fara út að hlaupa og ekki fara dýrin eitthvað lengi út og ég var bara, guð mig góður. Já, þetta var alveg erfitt, sko. Þetta er ennþá svona. Já, ekki eins mikið og ég tjekkaði við í morgun, þú veist, hvort það var grænt og eitthvað. Það var alveg grænt, já. Líka gær og eitthvað. En það breytir svo eftir deginum. Upp fram í tíman. Já. Vonandi er þetta búið þegar þessi þáttur kemur út. Já, við vonum það. Svo ógeðslega erfitt einmitt þegar maður á þú veist dýr eða börn sem elska að fara út og hvað er að halda þeim inni og þú veist, jú, þetta hægt að láta Elisabethu bara sofa, þú veist, inni og eitthvað er ekkert mál, það gerir það, stýttir lúr, vissulega, en þú veist, en að eiga sinni eina 4 ára. Sem bara gaf hún ekki fyrir út að leika. Því það er gasmengun. Já, það er erfitt út. Manstu eftir þegar Eyjafjallajökull hérna, manstu eftir öskunni? Já. Gleymst ekki. Ég fór út á fótboltavöll og setti svo 2 línur svona. Nei. Já. Bara bardaðakonan. Já, bardaðakonan. Og svo tókum við myndir hjá einhverjum mín. Nei. Jú. Þú mátti ekki fara út, sko. Ég veit, en ég var leikmur. Varstu þið á pabbaðinum? Ó, já. Þú bara, hann var bara, I don't give a fuck. Já, mamma var bara, læsti loka öllu gluggum. Já, nei, ég var bara að setja framan í mig. Bara, ég var bara að þurrka allt af inni. First, þetta er einmitt. Og svo fyrir ykkur með alveg different childhoods. Já. Gaman að þessu. Ég prakkar þinn. Ég lill prakkari. Vissur ekkert að þessu þá? Jú, auðvitað, ég var bara að fóka til geðveikt, bara öskufallina, bara fótboltavöllurinn sem við vorum að leika okkur á, hann var bara svartur en ekki grænn. Jesús, Birta. Svo er bara, hei, góð heimild að setja framan í mig. Það var bara ekki kvíða, bara blóð í þér. Nei, ekki neitt, sko. Ég var alltaf bara svo mikið að pæla í reglum og... Já, brjóta ekki reglur. Já. Ekki brjóta reglur, ég er svo mikið manika, sko, sem barn. Já, ángríns. Þú var bara Joey. Ég var bara fucking around, sko. Ég var bara having fun. Og ertu með liptöskun okkar? Já. Varum við að reyna að velja með kombo en á...
Ég er búin að ótrúlega hæg. Já, ég líka, við erum búin að spjalla svo mikið, sko. Ég er búin að vera bara að dunda mér. Það er líka bara að bara segja hana krakka. Já, ég var að spá í þessum hér. Já. Ef þú vildi vita. Svo náttúrulega dökkplömp lænir líka geggjaður. Ó, já. Kannski fæ mér hann. Næs. Það er hinlitin. Já. Þessi svona aðeins bleikar, eða ekki? Jú. Já. Jú, ég til hérna brúna, sko. Ekki. Þessi nude flip, já. Við tókum hana fyrir líka. Já. Nude flip, svo gott nafn, sko. Já. Við prófum hann í, á Spáni. So good. Og já, hann er svona dökkplömp, hann er svona plumpy. Og tippið á honum er smá skakt líka, sem er gett næs. Það er mjög næs fyrir liflænus. Já. Ég hef aldrei séð liflæn þannig. Nei, ég fíla það. Vá, hann er flottur. Ég þarf að taka hann með mér heim, sko. Hvernig erstu með? Ég er með Fill 'em in. Ó, já. Varst ekki með það líka sérst. Þannig að fyndið við vorum á Spáni, það voru bara ómálar öll þáttanum okkar. Já. Bara með lips. Já. Max. Sólgleru, kannski. Já. Já, ég ætla að taka þennan með mér heim. Nude flip. Þessi eru mjög góðir, sko. Já, þeir eru það. Þeir eru very nice. Love it. Yfir. Herðu, núna, við getum ekki báðar verið að gera varað Nei, ég veit á samtíma með podcast. Það er svolítið erfitt, sko. Ég En leita já. eftir klósið þess að þetta bara aðeins yfir. En já, þetta er bara mjög gaman að græja okkur saman. Gaman að pröfa líka svona, það er sumt sem er að pröfa eitthvað nýtt, þú veist, Já. sem er aldrei prófað. Líka gaman að prófa saman, sko. Já. En hérna, já, spennt fyrir helginni sem er framöndan. Vonaði skemmti ykkur ógeðslega vel. Og fallega og Já. Stay safe. Og bara, Hvað er þetta glas? Hvað er þetta glas? hvað glas setti ég? Ég setti hérna oil balm, hérna Maybelline Glaze, Geggja flottir. caramel. Má ég prófa hann bara? Já, þetta. Getur vel. Let me try. Hann er brúnn, ok. Ó, já. Abort. Takk. Abort mission. Það er með töskuna. Það eru fleira núna, Já, ég sem veit eru það. bleikir. Ég held þið væri allir svona glærir. Ég prófaði það daginn, nefnilega. Já, það er glæri svo líka bleikur. Og eitt peach hérna. Já. Rose Spite. Já, það er já. Vá. Ég veit, já. Bleikur sjáum. þessi, sko. Spennt að sjá. Love this. Hann er gorge. Þetta er svo mikið þú. Já. It's a bit of me. That's a bit of you. Oh, love it. En elsku Tjóðbórsbestis, takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir að vera með okkur með við málum okkur hérna Já. saman. Og svo- Vonandi voru þið að gera það sama eða þið málum okkur. Svo bara áminning, þið hittu okkur náttúrulega í áskriftinu alltaf, en næst er það á 50 næsta, ekki 50 á afmælisdaginn sjálfan. Þannig bara, we love you guys. Love you besties. Bye.